Þetta er náttúrulega viðskiptalögfræði, þannig þetta er eiginlega svona tveir pólar. Þú tekur lögfræðina og svo ertu að taka líka svona viðskiptafræði áfanga, þannig að þú ert þannig séð alveg betur sett ef þú fer út í atvinnulífið að þá ertu með þessa grunn viðskiptafræði þekkingu. Og það er líka það sem að mér finnst rosalega skemmtilegt, af því ég hafði fyrst upphaflega hugsað mér að fara í viðskiptafræðina, en þarna færðu svona þessi tvö svið svona eiginlega saman. Það er náttúrulega svo mikill undirbúningur eiginlega þetta nám þegar þú ferð út í atvinnulífið. Það er mikið hópverkefni og raunhæf verkefni hérna. Þetta er raunhæf dæmi sem þú ert að vinna út frá. Og svo finnst mér náttúrulega líka með misserisverkefnin sem eru hérna. Þú vinnur að ritgerð einhvern ákveðinn tíma og svo þarftu að verja þessast ritgerðina þína fyrir framan dómara og aðra samnemendur og það náttúrulega styrkir alveg svakalega eins og að tala fyrir framan fólk og bara verja þína eigin vinnu. Eins og þá er áhuginn minn svolítið á skattasviðinu sem er náttúrulega eitt af þessu viðskiptafræði og lögfræði tengda. Og það sem mér langar að gera eftir BS-in hérna er að fara í endurskoðandann. Þá er maður búið með nokkra svona grunnáfanga í viðskiptafræðinni. Þá þarftu ekkert að taka mikið auka upp að geta farið í endurskoðandann.